Já, þá rúlar það á stað, en missir síðan boltan. Chase með skotið og Gunnar verið þetta út í teginn og svo boltinn upp í loft. Þór með fyrirgjöfina, Alexander með skallan rétt yfir. Þarf að fara út aftur, finnur Hákon hérna inn á tegnum. Hákon leggur hann út og Guðfinnur með skot framhjá. En þá er Ragnar mættur með fyrirgjöf. Þannig vilja fá hendi. Já, Ragnar. Þá kemur, hann nær að hlaupa bara á vörnina, kemur sér í skotfæri. Enn einu sinni, náður að búa sér til færi með því að hlaupa á vörnina. Þór, tilbaka á Brynjar, brotið á honum. Það er, eins og maður segir, nettur. Men Brynjar hefur fundið fyrir þessu. Og Ragnar Þór fær smávegis tiltal. Brynjar út á Kían. Og þá er bara flautað til hálfleiks. Já, litlu sem engur bæti við. Káramenn sem að byrja hann. Og hér er Róbert, sækja á vörnina og það ítt í baki á honum og aukaspyrna á hættulegum stað. Lóman staðsetur sig svona nokkurn veginn í miðjumarkinu, en þetta er skotið yfir. Hann var að verja hann upp í samskeytunum, en þetta er ekki búið og þessi skalli er yfir. Brynjar, Alexander sem komið mjög djúpt og er straujaður hérna. Er þetta ekki bara, það var Örn Rúnar Magnússon fullharkalega hérna í hann, en að það gerist ekki. Arnar með langan bolta hérna í áttina Róbert, Kían nær að vinna skallan, Guðfinnur missir hann frá sér. Já, á frekar hættulegu stað þar að segja að hér kemur Jordan á flegiferð, Brynjar er með honum, en Jordan er komin inn á teginn, leggur hann út. Ragnar, nei, þarna er Ragnar Þór og mættur og hann Ragnar Þór fagnar þessu innilega, sjáu. Langt innkast, þarna fellur nú eitt skagamaður við, Alexander Már. Guðfinnur nær ekki að koma boltanum almennilega fyrir sig, skot í varnarmann. Vonlaust að dæma hendi á þetta. En einhvern veginn aldrei ná að nýta sér þetta almennilega. Allir Þróttarar inn á teig að verjast þessu og hérna boltinn á fjastökinni! Alexander Már! Það er bjargað á línu. Þetta er ennþá ekki búið. Jú, þeir ná að koma þessu frá. Þetta var rosalegt, Alexander Már stóð þarna bara. Hann stóð hann sjálfur og tæpur. En vel gert þarna, Andri. Menn en þá tegnum að fastu fyrir og Alexander aðeins og seitt. Snýr inn á völlin, Guðfinnur gerir vel. Hann finnur Þór. Og það er farið í hann að mikilli hörku hérna. Þetta er ljótt að sjá. Og gult spjald á loft. Þetta var appelsínugult spjaldið. Hérna nú frekar opið fyrir Jordan til þess að sækja upp. Arnar Freyr til varnar, Gylfi komin í varadegninguna. Hann kemst fram hjá honum, leggur hann út í teginn og Gunnar verið eins og bjarga á línu. Stefán nær sendingunni, keyrður svo koll. Andri á flegiferð, nær boltanum. Andri lyftir hérna inn á Alexander og skjóta mark! Alexander Már Þorláksson! Þetta var algjörlega glæsileg sending frá Andra Júlíus sinni þarna inn á Alexander Már sem er svo öflugur einmitt í þessu. Hann yfir á Hákon. Allt annað að sjá sóknarleikin hjá Káramönnum í síðara hálfleik, verður að segja, sérstaklega eftir þeir lent undir. Vel gert. Stefán komin inn á teginn, fastur fyrir aftan Alexander nær skotinu í varnarmann. Og nú er allt vitlaust. Guðlaugur með skotið yfir 3-3. Alexander með Róbert með sér vinstra megin, finnur hann og hann er síðan keyrður niður. Róbert er ennþá með boltan. Þetta var hendi. Þetta var hendi klálega og þetta er dæmt víti. Þarna var ekki hægt að og guldspjald á loft var það Marko. Andri klár. Það er öryggið uppmálað. Þetta gerist ekki öryggar en þetta. Andri
Markmann hefur greinilega verið eitthvað að döggast í hann því að Andri fór strax og klappa. Hann bara lúðra þessu algjörlega óverjandi niður í vinstra hornið. Hann var Bergdís Fanný Einarsdóttir að bæta við markið fyrir Hérna er Róbert kominn. Hann snýr inn á með skoti, fullt af varnarmönnum, fær hann aftur, tekur hann í fjær hornið. Klárar leikinn! Róbert Ísak Erlingsson klárar leikinn fyrir Káramenn. Ég veit það ekki sko, þetta er rosa erfitt. Já, Hvað vilt þú segja? það er í rauninni gaman að því að það sé svona erfitt en þetta er enga sigur liðsheildarinnar hér. Káramenn með frábæran 3-1 sigur á Þrótti frá Vogum. Alexander, til hamingju með frábæran sigur. Hvernig horfði þetta við ykkur inn á vellinu? Þetta byrjaði mjög brösulega og vorum eiginlega bara ekkert inn í fyrir hálfleiknum. Svo ræddum við saman í hálfleik að þetta bara gengi ekki lengur og ætlum að gefa fólkinu góðan fótboltaleik og byrjum að sækja meira og gekk allt upp. Þú persónulega, þú ert nú búinn að spila núna 2 leiki með Kára síðan þú komst aftur frá því að þér líður vel og finnst ekki leiðinlegt að skora í Kárabúninu? Nei, það er geggjað að spila með Kára og hefur alltaf verið það. Sérstök stemming, en já, gaman að vera komin aftur og vonandi höldum áfram að vinna. Komnir á toppinn í bili, allavega þangað til á morgun. Er þetta ekki bara stefnan? Erum við ekki bara að fara að horfa á háspennu leiki það sem eftir er sumars? Jú, við ætlum að taka einn leik í einu núna og það er Tindastóll Vest, hörkuleikur. Þeir eru að ná í stig og þú veist, ef allt gengur upp þá eigum við sem að fara upp, en ef ekki þá er það bara svoleiðis. Þannig að við gerum okkar besta. Takk fyrir spjalli. Jæja, þá er Lúðvík Gunnarsson þjálfari Káramenn. Langt síðan við spjölluðum síðast. Þetta var skrítin leikur, svona mjög ólíkir hálfleikar en frábær sigur á lokum. Já, við vorum ekki nógu góður í fyrri hálfleik, fannst mér. Heldum boltanum illa, vorum ekki komast í þau svæði sem við vildum komast í. Og það lagaðist aðeins þegar við gerum breytingu, færum Gulla niður á miðsvæðinu og þá lagaðist það aðeins en síðan náðum við svo betur í seinni hálfleiknum og vorum bara helviti fínir held ég frá 60. mínútu eitthvað svoleiðis. Já, frá því að Þróttararnir komist yfir að þá einhvern veginn var bara algjör umskipti í sóknarleik og það var augljóst að menn vildu sigur hérna í kvöld. Já, við sóttum hann alveg leynt og ljóst að Andri kemur mjög sterk innkomu, hann breyti miklu þar og mér fannst við líka bara, eins og þú segir, vilja þetta örugglega dálítið meira. Við héldum áfram allan leikinn, meira að segja í stöðunni 2-1 þegar þeir taka miði þá erum við að ráðast á boltan og fáum svo þetta 3. mark. Og ég held að formið hafi mikið að segja. Við höfum alveg lent í því áður að lenda undir og komum tilbaka og við höfum oft sett mörk seint í leikjum og ég held að það hafi haft mikið að segja í dag. Gott form. Mér fannst í fyrri hálfleiknum vera svona ákveðin merki að það er búið að vera mikill hrærigrautur í leikmannahópnum hjá okkur, mikið af mannabreytingum, menn að fara og menn að koma. Er ekki erfitt að hrista saman í rauninni svona hálfgjört nýtt lið svona miður tímabili? Jú, það er dálítið flókið. En þetta er í rauninni ótrúlega staða sem við erum í miðað við það allt saman. Bæði, þú veist, hópurinn kemur þannig seint saman eins og hann er og síðan eins og þú segir, þessar breytingar yfir sumarið. Og ég bara get ekki annað að hrósa drengjónum fyrir framlagið í þessum leikjum en þess að miðað við allt þetta og miðað við það að við erum ekki alveg nógu rútíneraðir, þannig lagað að miðað við það allt saman þá er ótrúlegt að við séum í þessari stöðu sem við erum í. Ég verð bara að segja alveg svona. Já, Kári er á toppnum núna, allavega í sólarhring. Hefðirðu trúað þessu fyrir tímabil? Nei, bara alveg hreinskilinn. En á ekki bara að sækja þetta alla leið? Já, við bara, eins og ég vorum aðeins að ræða þetta við strákan í gær. Við förum í alla leiki til að vinna og við erum að gera tilraunir í leiðinni og kannski á þetta að koma í bakið á okkur en það gerir það ekki í dag og ég er náttúrulega bara sáttur alltaf þegar við vinnum og ef frammistaðan er góð og það er náttúrulega bara plús. Ef við förum upp, þá bara förum við upp. Ég hafna því ekki, það er alveg klárt. Við treystum því allavega að þið haldið áfram að skemmta okkur og áhorfendum á IA TV. Bara gangi okkur bara mjög vel.